Við erum stödd hérna á opnum vinnustofum í Portinu í Gilinu á Akureyri, hérna á bak við listasafnið. Segðu okkur aðeins frá þessari starfsemi sem hér fer fram sem nú ekki öllum kunn. Þetta náttúrulega dæmi iðnaðarhúsnæði sem stóð tómt og á sínum tíma náttúrulega þegar Giluppbyggingin á sér stað þá tóku hérna listamenn eða fengu listamenn húsnæði og keyptu og gerðu alveg yndislega hluti og þetta svona, ef við ekki að segja þetta séu leifar af grasrótinni eða áframhald af henni og hérna í rauninni leigir Akureyrarbær hóp af listamönnum og hérna erum við listamenn 21 saman komin og erum að vinna að okkar góð kona nefndi þetta ástríðum sem er orðað sönnu vegna þess að hérna vinnum við okkar list alveg sama hvers kyns hún er. Ég gerir tónlist mest. Það vildi þannig til að við mistum æfingahúsnæðið okkar sem var rétt hjá Brynju og annað svona umkæði sig yfir okkur og leiði okkur að vera með hérna horn fyrir hljóðfærin og ætli ég kom ekki hérna á hverjum degi eitthvað að fikta í einhverju. Já, þetta rosa gott að hafa þessa aðstöðu hérna bara til þess að geta unnið að því sem maður gerir. Það voða erfitt að vera með allt ótið heima hjá sér eða einhvers staðar og það rosalegu kostur að vera svona mörg saman því að þá hefur maður svona smá samfélag eða félagskap af öðrum og því að þegar myndlistamenn eru búnir í skóla og fara svo eru svo bara einhvers staðar einir út í horni að þá getur verið svolítið svona einangrandi og þannig að það voða gott að geta fengið álit hjá öðrum og bara verið svona svolítið í andagiftinni saman. Ég bara, segist bara í öllu mögulegu, ég í timbri, ég í málningu, ég að nota, akkurat núna ég að negla myndir gera með nöglustæður í málningu. Þannig þetta bara svona tilraunastarfsemi núna hjá mér nota alla miðla sem ég mögulega get blöndutekník aðalega. Ég sankaði mér gömlum bókum og breyti þeim í skissubækur. Tek svona gamla flotta bækur og í raun eyðilegg þær en gefa þeim nýtt svona hlutverk sem svona skissubækur fyrir þá sem að vilja nota skissubækur, listamenn að hönnu eða hvað sem er, gestabækur eða hvað sem er. Maður sér ansi marga orðið með svona bækur hérna í bænum og meiri segja hef ég séð það er ekki að útlitið er til dæmis hérna. Hvað notaður hérna utan? Hérna er sem bara regnggala efni sem ég fekk hjá 66 á Norður einhvern. Mér langaði að prófa bara að nota mismunandi efni í kápunar, gera öðruvísi bækur sem að væri svona sérstakar og þetta er til dæmis gamall leðurjakki sem ég sankaði með gamla leðurjakku líka og breyti þeim í bækur sem sagt. Núna þessa stundina er ég að vinna dúkkuserju þar sem ég er búin að safna að mér dúkkum fyrir stráka og stelpur og ég er að skoða svona líkamanna þeirra og líkamsímyndina og ég vinn þetta í akryl og lakki á MDF plötur og þetta er svona, það er nú engin mynd tilbúin en þetta er svona á leiðinni. Og þetta er svona eiga kallar að vera? Já, svona eiga kallar að vera og konur eiga að vera svo barbidúkkur Þannig að ég er að skoða frá mismunandi tímum hvernig líkamsímyndin er búin að breytast og hvernig við getum skoðað það sjáum það í gegnum leikföngin. Ég er að vinna núna að blómamyndum sem eru unnar á hör þar sem ég er ekki að mála hörinn bakgrunninn á strigan sjálfan, læt hann njóta sín. Við erum hérna með vinnustofu og erum búin að vera með í rúmt ár núna og erum hér meira og minna öllum stundum. Þetta er svona annað heimili og í hverju eru þið að vinna? Bara alls konar. Við erum að mála og taka ljósmyndir, gera klippimyndir, skúlptúra, innsetningar, allt sem okkur dettur í hug bara. Og þið hafið nú verið þekktar fyrir að vera með gallerí ískáp. Hvað er það fyrirbæri? Það er ískápurinn hennar ömmu sem við breyttum í fyrra í gallerí af því okkur fannst vanta sýningarými og þetta var svona eftir áfanga hjá Hlín sem var mjög inspírerandi með fullt af litlum gallerím í höttum og eitthvað og þá ákvaðum við að gera gallerí ískáp og erum búin að vera með fullt af sýningum. Og ég sé að það eru ansi margar myndir uppi, er mikill afrakstur hjá okkur? Já, það verður alltaf til ein og ein. Rúna hlær stundum að mér og hún finnst þetta ekki stundum ganga frekar illa. Ert þú í akkorði við þetta?
Nei, ég er ekki Akureyri. Nei, stundum er ég með flotta mynd, en vá, hvað svo breið mér frá ekki matur og bara mála yfir hana. Já. Og það kemur eitthvað ennþá flottar út úr því. Og svo er náttúrulega félagsskapurinn, maður finnur það nú bara að það er skemmtilegur félagsskapur, ólíkt fólk en bara vinátta hérna milli fólks. Það er rosa mikill félagsskapur og það er oft sem að maður kemur sko og ætlar að eyða 3 tímum í að búa eitthvað til en spjallar og ert í 1,5 fyrst og ert síðan eitthvað, jæja, ég gerir það smá áður en ég fer í vinnuna. Þetta er alltaf pínu skopilegt að opna ísskápinn og hérna eins og núna er veggur inn í ísskáp. Bara einmitt, þetta er svo opið fyrir eins og innsetningum. Svona, maður opnar eiginlega hurðina inn í annan heim. Þannig að þetta er svona bara ekki að koma inn í heilt herbyggi, heldur bara pínlítinn ísskáp. Og hvernig eru nú viðbrögð fólksins þegar það mætir og já, hérna er ísskápurinn, þarna er sýningin? Þau eru eiginlega rosa góð. Það er eitthvað við það líka að þetta sé eitthvað sem að fólk er alltaf að opna og þekkir og eitthvað svona. Þá er það eitthvað svo kómískt að opna hurðina og það er eitthvað allt annað heldur en venjulega. Ég náttúrulega málari líka í grunninn sko og hef verið að mála hérna líka og svo er ég náttúrulega að vinna með efnivið úr bókum í myndlist og það er svona ferli sem er að byrja hjá mér og stefna á að vera með sýningu á þessu ári. Þannig að ég er svona ekki bara að gera bækur úr gamlum bókum heldur líka myndlist. Ég sko jöfnum höndum vinn að öllu sem dettur í hug og ég vinn oft sem sagt sko þematengt. Ég mála, ég teikna, ég vinn í grafík, vatnslit og ég smíða, ég sker út og tálka og smíða í rauninni og bara teikna eða mála allt sem dettur í hug og var mjög óvinsæll í myndlistaskólanum á sínum tíma fyrir einmitt þetta að vera of fjölhæfur. Já. Það er bara rosalega lærdómsríkt, bara æðislegt og svo frábært að fá að vera með sinn eigin litla heim, einhvern veginn ekki í skólanum en ekki heima hjá þér heldur nákvæmlega sem vinnustofur eiga að vera og að fá að upplifa það er bara æðislegt.